Komið sæl, ég heiti Guðríður Sigurðardóttir og vinn hjá Námsgagnastofnun. Ég ætla að kynna fyrir ykkur það nýjasta sem við höfum verið að gera í rafrænu námsefni og ætla að fara þá bara inn á vefinn okkar og sýna ykkur nokkur sýnidæmi. Og vona alltaf svo sannlega að þið kannist öll við þennan vef, náms.is. Allavega því sem eru að kenna og svona, en við lendum ennþá í því þó það verði sjaldnar og sjaldnar að kennarar þekki ekki hennar vef. En þetta sérst vefurinn okkar ennþá og en tekur náttúrulega breytingum að því að við erum að fara sameinast og verða menntamálastofnun núna í sumar. Og ég ætla að sýna ykkur sitt lítið af hverju af því sem við höfum verið að gera í vetur. Og ég ætla að byrja á því að sýna ykkur stutt myndbönd í náttúrufræði og samfélagsgreinum sem við kallum kvisti. Þetta eru 77 stutt myndbönd í 4 flokkum, landafræði, jarðfræði, eðlisfræði og líffræði. Og þetta er þýtt úr þetta kallast FIG, ég veit ekki hvort það kannast við það. Þetta er svona stutt myndbönd frá 2 upp í 4 mínútur og við erum búin að það er svona hlekka hljóð, það er alltaf típist. Það er enskt tal undir þessu, en við erum náttúrulega búin að setja íslenskan texta við öll þessi myndbönd. Og þessu hefur verið mjög vel tekið og mikið notað og eins og ég segi, við höldum þetta sé mjög góð viðbót við. Það er bara mjút eða ekki hljóðið? Það er mjút niðri. Það er þess. The Earth's surface is almost 150 million square kilometers. It's covered by mountains, forests, oceans, deserts, and cities. Og þetta hefur verið vinsælt líka við enskukennurum, eins og gefur skynja. Það er svona að pröfa svolítið á orðaforðan og einslegt í þessu. Við erum líka búin að gefa út nýtt efni svolítið í upplýsingatækninni og við byrjum nú á því að gera þennan vef þannig sem við söfnum öllum verkefnum í upplýsingatækninni saman á eitt stað. Og ég ætla að sýna ykkur í markmiðluna fyrir unglingastig, hún er líka inn á miðstiginu. Þar eru líka með þessi stuttu myndbönd, þetta er kannski svolítið í tengslum þá við menntakennsluna, að þessi sýnt svolítið hvernig hlutirnir eru gerðir og þá er þetta spilað aftur og aftur. Og þá er maður líka að hugsa tíma kennarans, að hann getur þá notað hann í aðstoða nemendunar í staðinn fyrir að standa alltaf upp á töflu og kenna. Þetta er allt svona stuttibútar og kenna alveg hvernig á að kenna kvikmyndagerð fyrst og fremst. Og þessi vefur hefur verið notaður upp í Listaháskólanum og notað víða. Það eru kennarar sem hafa náttúrulega notað hann og kynnt sig hvernig að kenna þetta og það eru ítarlega leiðbeiningar með. Það sýnir ykkur bara svona stutt myndband, hann fer í gegnum alls konar hluti. Hann Björgvin sem gerði þetta fyrir okkur. Hann er sjálfur búinn að kenna þetta efni margsinnis í Langholtsskóla. Þannig að hann hefur langa reynslu af því. Sælveiði, Björgvin Ívar heiti ég og í þessum þætti ætla ég að fjalla grænskjá eða green screen. Þið sjáu veggur fyrir aftan mig er grænn, en núna er ég staddur í London. Nú er ég staddur í Portsmouth á Englandi sýnist mér og nú er ég komin í miðbæ Reykjavíkur. Það sem við erum að gera hér er að við erum að taka burtu einn ákveðinn lit úr myndrammanum til þess að skipta bakgrunn. Það skiptir ekki máli hvaða lit. Þetta er svona dæmi og við vorum með kynningu, Björgvin var með kynningu hjá okkur fyrir kennara, sendum út og svo tókum við hana upp. Þannig neðst í þessu, þá er sem sagt kynning á öllum þessum bútum. Við langar aðeins að sjá, eru margir sem að sé til dæmis þennan vef? Frábært. Það var að sjá það.
Næst ætla ég að sýna ykkur rafbókaskápinn okkar. Þar inni eru bæði svona flettibækur og sem sagt gagnvirkar rafbækur. Flettibækurnar eru orðnar tæplega 100, við setjum þar allt grunnefni fer þar beint inn. Það er hægt að fletta þeim, það er hægt að hlaða þeim niður. En í gagnvirku rafbókunum er náttúrulega upplestur og myndbönd og ýmislegt. Og þar inni til dæmis bókum leirumótum sem er nýkomin út hjá okkur í myndmennt. Og þar er hægt að fara inn og sjá til dæmis hvernig þú... Hér er sýnd klumpsaðferð við að nota box með lokum. Ég vil að hafa boxið svona 10 cm lengd, 7 cm breidd og 7 cm hæð því það er hentug stærð til að byrja með. Byrja á því að móta leirklump aðeins stærri en áætluð stærð. Kastaðu klumpnum til. Og hérna í þessari leirmótunarbók eru sýndar allar aðferðir á stuttum myndböndum. Við tókum líka sögueyjurnar 1 og 3. Það ætla að sýna ykkur hérna smávís úr sögueyjunni 3, eina opnu og þá sjáum við hérna það. Blaðsíða 102. Kvennabarátta. Þau viðhorf höfðu lengi verið ríkjandi. Þess að allar lesnar upp og þú bara smellir á fyrir hverja blaðsíðu. Það eru myndir, aukamyndir. Það er alveg klárt mál að Vigdís hefur haft pólitísk áhrif á þátttöku kvenna til stjórnmála á Íslandi. Hún er kosin 1980. Þetta var alltaf feikilegur sigur og gleði og gaman fyrir utan það hvað þetta hafði. Við erum með orðskýringar. Þá farið svona stuttlega yfir efnið í kaflanum. Og fullt af orðskýringum inni, fleiri myndir, rannsóknarhreyfinguna og það var haldið sambandi við alla landsbyggðina og það var haldið kvennafrí út alla staði á Íslandi. Í augsýn nú frelsi og fyrir það mátti vera nú fylgja konur liði og frelsi stökki vera stundin runnin upp. Tökumst allar hönd í hönd og höldum fast á málum. Þetta er svona dæmi eina opnu og inn í þessa bók er náttúrulega fullt af alls konar myndböndum og orðskýringum og ýmsu. Það var haldið samband. Er þetta bara eins og hljóðbók? Er þetta bara, ef maður gerir sögu í hann, þá kemur hljóðbók, venjuleg bók og svona bók? Já, hún á að gera það. Ef hún er rétt skráð inn í gagnagrunninn og okkur og sjá sögueyja. Sjá hvað hún segir. Já, það kemur hún hérna. Sögueyjan 3, gagnvirk rafbók. Svo erum við líka með þess að hér sem heitir rafbókaskápurinn. Þar eru allar bækurnar inni. Þessar hérna, tæplega 100 bækur sem eru bara svona flettibækur. Hvað það verið margar sem það er okkur svona gafn? Hérna, flettibækurnar eru tæplega 100, en gagnvirkubækurnar okkar eru miklu færri, töluvert færri. Það eru 20 bækurnar núna. Sjá. Hérna er rafbókaskápurinn hann hér. Það eru 23. Nei, 28. Þar maður aðgangsóttur sem komast inn á? Ekki, allt opið. Líka heima? Og heima, já. Og við hérna,
og mjög margir kennarar ánægðir með flettibækurnar því nú engin afsökun að gleyma bókinni í skólanum eða heima eða alltaf eftir að opna sko. Og þetta virkar náttúrulega á öllum tækjum og allt, á öllum spjöldum og allt svoleiðis. Við setjum það þannig upp. Og náttúrulega í framtíðinni fer þetta inn í annað kerfi sem við ætlum að kaupa, það er bara ekki alveg komið með því og þá ætlum við að vera með svona innskráningarkerfi. Þannig að hver nemandi á bara sína rafbók á netinu. Getur bara að skrá sig inn, skrifa í hana glósur, hlusta á hana, unnið verkefni frítt, allt frítt. Allt frítt. Þetta er svona það sem við höfum verið að gera, við ætlum að koma þessu svona upp. Ég er með 20 viðbót sem langar að sýna ykkur sem ekki komið út. En við erum dálítið spennt að senda frá okkur og það í fyrsta lagi þessi leiðavísir mannkynssöguna. Hafið þið séð það? Þetta sem sagt alveg frá 13.000 fyrir Krist og fram til 2000. Gáfum, hérna var gefið útsast í samfélagsfræðinni, þetta var svona, þú gast bara brotið á svona í sund og svona langan reikning til að hengja upp á vegg. En okkur langaði líka að hafa rafrænan. Þannig hann bara í síðasta yfirlestri, þannig hann á eftir að, hann kemur svo á netun okkar. Og okkur fannst spennandi að hafa hann líka í svona rafrænu. Það er aðeins lengra, þannig að fyrir eitthvað meira að gerast hérna. Sjáu hérna. Sjáu þið, þá bara getið þið bara flett upp á, þá kemur þetta upp á. Þannig við erum líka alltaf að reyna að tengja efni sem við gerum og setja það líka fram í rafrænu formi. Hérna bara, hún búið að setja hann upp áskonum þegar það flett hérna á milli. Í dönskunni að koma út ótrúlega skemmtilegur vefur sem heitir Lie Lommen og honum eru alls konar viðtöl við Íslendingar sem búa í Danmörku og ég ætla að sýna ykkur bara eitt eitt dæmi, í hreyfing og þá er hann náttúrulega fótbolti. Þarna notum við YouTube, þetta er fyrsti vefurinn sem við erum að byrja að nota YouTube, tengið inn á hann. Og þar erum við Vitar, við hann Rúrik.